Góðan daginn og velkomin í 41. þáttinn minn hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnuóð. Ég vil byrja á því að bjóða alla nýja og gamla hjartanlega velkomna og mig er að finna á Ravelli sem Helga AR og á Instagram sem Helga A71 og svo er ég með like-síðu á Facebook, verkefnatöskur Helgu, þar sem ég sé handsaumaðar töskur undir handavinnuna og ykkur er velkomið að fylgja mér þar allstaðar ef þið hafið áhuga. Ég er enn hérna á skýi eftir gærdaginn eins og margir aðrir handavinnu fíklar, gæti ég trúað. Þetta var frábær dagur og þá er ég náttúrulega að tala garðgönguna. Og ég var svo lánsum að geta tekið þátt í ár sem seljari en var þáttakandi þannig. Ég á eftir að upplifa þetta sem kaupandi. Ég fekk náttúrulega nasaþef á því á handverkshátíðinni, þannig að mér er svo sem engin morgun með það. Og fyrir utan frábærar móttökur, hvað var það sem ég er að gera, að þá þótti mér enn vænna að hitta öll ykkur sem eru núna hinum megin á bakvið linsuna hjá mér. Núna finnst mér ég ekki vera eins mikið eina bladra við sjálfa mig hérna. Æðislegt að setja andlit við nöfnin og bara þetta var bara meiri háttar og öll þessi knús og faðmlög og hrós og þetta var bara æðislegt og þetta er það sem þetta snýst bara vera í þessu saman af gleði og hafa gaman og geta fræðst hjá hvor öðru og hjálpast að og allt þetta. Þannig að þetta var alveg meiri háttar dagur. En ég lík því ekkert að ég var pínu fegin þegar ég var komin heim til mín. Ég var alveg, það var að fara að snúast á manni hausinn og þannig að bara ég tek hatt minn ofan fyrir ykkur sem stóðu ykkar plikt á handverkshátíðinni í 4 daga. Ég var bara 1 dag, mér fannst alveg nóg hvað þá að vera í 4 daga. Það er á annarri hæð og en þetta var æðislegt og það var bara svo frábær stemning og fyrstu morguninn það var hangi á húnum á handverkskunst sem var bara meira áttar að sjá og sjá allar húðnar, garðgöngu húðnar, sérstaklega fyrir hádegi það var náttúrulega rigning og svolítið kalt og þá sá maður alveg milljón útfærslur af húðunum sem var æðislegt og svo náttúrulega var maður bara, sjölinn og peysunar og allt þetta, ég var biluð og það fengur nokkur að finna fyrir puttunum á mér, þau þurfti að koma við og spyrja hvað væri og allt þetta. En þannig er þetta bara, við erum allar að sjá og skoða og fá innblástur og hugmyndir og þetta, það er ekki spurning að þetta er alveg brjáluð innspýting í túlistan hjá manni, hann styttist ekkert eftir þennan dag. Þannig að mér fannst þetta allavega alveg meiri háttar og en svo deginum náttúrulega ekkert lokið þegar ég var komin heim. Ég þurfti að ráðast á like-síðuna mína og laga til í henni. Hún var bara í rúst eins og borðið mitt var upp í handverkskunst allan daginn. Ég sagði við nokkrar það var eins og við værum inn í barnaherbergið þar sem var búið að sturta úr nokkrum legókaupakössum að það var bara allt á rú og stúi og eins og það átt að vera. Það verður bara að vera þannig þegar fólk er að skoða svona hluti. Það er ekkert hægt að stilla þeim eitthvað fínt upp. Þannig að þetta var alveg meiri háttar og ég bara enn og aftur takk til Guðrúnar og hennar kvenna í handverkskunst fyrir að bjóða mér að koma og vera með. Þetta var bara geggjað. Og bara til ykkar allra, bæði sem að koma og knúsuðu mig og versluðu á mér og allt þetta. Þetta er bara forréttindi og ég hitti myndana Guðlaugu sem er með þræði á YouTube sem þið þekkið sjálfsagt öll sem horfið á mig. Og
við vorum einmitt að tala að sko komnar með þetta marga þætti, hún búin að vera í ár og ég þetta í ár. Það eitthvað á bakvið, það er ekkert á bakvið þetta, en það eitthvað við þetta, þannig að þess vegna höldum við áfram að gera þetta og á meðan þið nennið að horfa á okkur og hlusta á okkur rausa, þá held ég að við verðum minna, þið sitji bara uppi með okkur, þangað til að sjáum að ykkur fyrir áhorfinu fer snarlega fækkandi, en maður samt alltaf jafn hissa að sé ykkur virkilega þannig úti sem að sérst niður og nennir að hlusta á mann bladra í yfirleitt og yfir klukktíma. Þannig að bara, en þetta svo sem það sem að mér finnst æðislegt að gera, að setjast niður með uppáhaldsvídeóbloggerunum mínum og horfa á þá og fá innblástur og svoleiðis. En það bara rosa skrítið að hugsa að einhver sé að fá innblástur frá manni sjálfum og það er bara þannig. En bara æðislegt og ég hitti loksins hana Lindu sem með Barbanits, Hippie Barbanits á YouTube og það var æðislegt að hitta hana loksins af því að þú veist, mér finnst ég alveg þekki hana því ég alltaf að horfa á hana og svona og ég ætla nú tækifærið og hvet ykkur til þess að kíkja á hana og hún nú man ég ekki alveg í fljótheitum hvað hún heitir svo sem að fara af stað með svona samprjón. En þið allavega getur fundið það allt inn á YouTube-brásinni hjá henni Lindu og inn á Ravelli hópnum hennar Barbanits podcast og hún að fara að byrja að byrja með íslenskt samprjón, þar sem að vera að prjóna uppskriftir eftir íslenska hönnuði eða nota íslensk garn eða nota garn eftir íslenska handlitara eða bara að sé eitthvað íslenskt í verkinu. Og við vorum einmitt að tala það hvað við vorum undrandi, ég og Guðrún í Handverkskunst og Linda, þegar að við sáum listan inn í Ravelli grúpunni hjá Lindu yfir alla íslensku hönnuðina. Oh my god, hvar hef ég verið, segi ég bara. Maður einhvern veginn, þú veist, eins og núna ég búin að vera bara á kafi í andrum ári og Caitlin Hunter og Stephen West og eitthvað svona, þannig að svo, þú veist, maður einhvern veginn bara festist í eitthvað svo leis, en svo eigum við bara alveg hafsjó af frábærum hönnuðum. Jú, maður náttúrulega búin að prjóna alveg 1.000.000 lopapeyssur og allt það eftir íslenska hönnuði, en þetta sem svona út úr svo hefðbundna, það sko nóg af þeim og ég einmitt í morgun þegar ég lá upp í rúmi og var ennþá á, þú veist, ég ennþá á þessu skýi og ég var að hugsa hátíðin í gær og myndi það eftir að ég hefði ætlað að kaupa allar sjálfauppskriftirnar sem að þær mæðgur í Handverkskunst gáfu út fyrir gatgönguna. Það var sérst 2 prjónusjöl og 2 hekluð og ég fann þær inn á Ravelli náttúrulega og keypti þær og ég ætla að byrja á, ég veit ekki hverri ég byrja á, mér langar ógeðslega að hekla eitt. Byrja á því að hekla eitt, af því ég í svona að prjóna með nokkur á prjónunum, þannig ég hugsi ég byrja á einu hekluðu úr einu handspunnu garninu sem að ég spann sjálf, þó að garnið sé ekki íslenskt en þá spann ég það og ætla að nota íslenskan höfund og það verður svo sem ekki fyrsta verkefni sem fer inn í þetta samprjón heldur verður það The Golden Hour sjálfið eftir Andreu Mári prjónað úr DK garninu hennar Salome frá Dóttir Dævorks og þar mitt íslenska komið í fyrsta verkefni og það verður bara íslenskt næstu vikunar, alltaf eitthvað íslenskt á prjónunum hvort sem það garn, uppskrift eða litari eða tviti. Þannig að hún búin að vera Linda búin að vera að biðja okkur sem erum að brasa eitthvað í bransanum að gefa hluti í verðlaun fyrir þetta samprjón og hún hefur fengið alveg brjálu viðbrögð þannig að það eru sko nóg af vinningum úr að moða
og bara, þetta bara æðislegt og ég hlakka alveg rosalega til og sjá hvað kemur út úr þessu og það sem að ég fór og kíkt inn á hópinn í gær og inn á spjallþráðinn sem kominn hjá Lindu, inn á Ravelli hópnum, að það svo mikið að erlendum sem að taka þátt í þessu, sem búin að pranta sér íslenskan lopa og ég veit ekki hvað og þetta bara eitthvað svo súrrealíst að hvað við erum bara orðin stærri á alþjóða vettvangi heldur en við gerum okkur grein fyrir. Ég held að það sé bara svolítið þannig að við náttúrulega erum brjáluð handavinnu þjóð og okkur finnst þetta kannski ekki þannig eitthvað svaka en ég held að ef við áttum okkur á því hvað öðrum þjóðum finnst okkur að þá erum við bara svolítið svaka og það bara rosalega gaman að vera þáttakandi í þessu og já, ég hlakka til og skora á okkur endilega að kíkja á Lindu, kíkja á hópinn hennar. Ég veit að podcast hennar á ensku en þú veist hún þú þarft ekki að skilja ensku til að vera innblásin af því sem hún að gera. Bara hún gerir alveg ótrúlega fallega hluti og endilega vera með og benda erlendum vinum ykkar sem eru í þessum handavinnu bransa að benda þeim á þetta og hvetja það til að taka þátt. Þannig að svo, já, maður heitti bara fullt af yndislega öðru fólki og þó ég hefði mikið viljað hitt ykkur aftur þarna í gærkvöldi þá bara var orkan komin í 0 og ég átti eftir að taka til á síðunni og gera klárt að því ég var að fá fyrirspurning þar inn og ég vissi ekkert hvað til og ég bara þannig að ég verði að hafa svona hlutur hreinu þannig að ég bara lagðist í það að laga þar til og maula bara á blandipoka og gott að drekka og rumpaði þessu á og var rosa fein morgun að vera búin að þessu og svona núna finnst mér að vera alveg rosalega mikið frá og ég get fengið kastornætis. Nú verður uppfittunaræði sko, bara telling you. Það verður ekkert rosa mikið sem kláruð verkefni á næstunni. Það alltaf, það engin prjónalöka nefnilega. Við ráðum hvernig það verður. Nú, ég ætlaði ekki að byrja að rála svona mikið en þið viti alveg hvernig ég er alveg mjög ódreiknanleg þegar maður innblásinn og upprifinn og þá maður ekkert að stoppa það neitt af. Nú, ég ætla að fara yfir klár, verkvinnslu, hvað á döfunni og hvað datt í pokan og hvað ég búin að vera að spinna og allt þetta. Hefðbunda. Þannig að ég ætla bara að byrja á klárinu. Fyrir ykkur sem hafið eitthvað hort á þá kláraði ég galla á dögunum á leikskólagalla á hrafninu mína úr karisma frá Drops og hún pínu viðkvæm, svo stutta, þannig að við ákvaðum að gera kraga undir gallan og þetta bara meira ná extra fæn frá Drops líka. Ég held í 2-falt og þetta úr ljúflingabókinni og þetta stærri stærðin og ég notaði bara 2-falt meira ná extra fæn og 5 mm prjóna. Fitjaði upp á með 2 5 mm prjónum til þess að fá alveg, það mælt með því í uppskriftinni. Til þess að fá eins slagt uppfitið og hægt Og já, ég man ekki, ég ekki búin að vikta þetta og þetta pínu rakt ennþá, þannig að ég get ekki, þetta eitthvað rúmlega 2 dokkur minni mig, 2 dokkur. Þannig að ég bara kippti svo af ofninum að því ég ákvaði að henda í þetta vídeo núna í staðan fyrir á morgun að því ég að byrja í vist með yngsta barnið. Þannig ég veit ekki alveg hvernig tímaplönin verða þá svona með að við erum aðalast. Þannig ég ákvaði að skella í þetta núna og svo í gærkvöldi þegar ég var búin að gera og græja í bakvinnslunni á verkefni og töskum Helgu þá fitjaði ég upp á húfu fyrir hrafninu, fyrir leikskólan úr bara sama gatni og þetta líka á ljúflingabókinni og hún mjög svona djúp þannig að hún mun, þú veist, lafa svolítið á henni. Ég á bara eftir að sauma, þetta svona smeltidúskur
Ég var bara eftir að sauma hann á þetta orðið alveg þurrt og færi henni þetta í fyrramáli þegar ég reikna með að amma skutlinu leikskólan. Þá verður hún fín í hérna nýja útisettinu og brugningin er 3,5 mm og restin 4 mm og ég gerði hérna tvöfaldan hérna þannig að það sé hlýtt yfir eyru. Það stendur 2,5 cm en ég gerði 6 og braut svo upp á. Þannig að það sé svona hlýtt yfir eyrun. En mér verður alltaf svo kalt á eyrunum að þá held ég öllum öðrum verið kalt á eyrunum og þá fá allir ekstra hlýtt yfir eyrun. Og hérna ég kláraði þess bara í morgun. Þetta er náttúrulega bara mjög þægilegt og fljótlegt prjón. Og ég vaknaði í morgun og eins og ég segi fór að kaupa uppskriftir og eitthvað og svo ætlaði ég að drífa maður lappir og fara að skrifa eina grein en var svo bara ennþá og þreytt að ég andinn var ekki mættur þannig að ég fór bara inn í stofu og setti eitthvað heilalaust að horfa á og kláraði hún og fór svo að byrjaði daginn og síðan næsta klár er Birds of a Feather eftir Andreu Mári, talandi mouthful, munnfullt Birds of a Feather og þetta er úr garni frá henni Kristínu í Vatnsnes og ef þið voru á garðgöngunni í gær og fóru ég með mús þá var þetta þar, valla þóknað. Því ég var alveg í kappi við að klára þetta fyrir að ég hafði samband við Kristínu áður en ég var búin með þetta alveg, hei, viltu ekki fá þetta lána? Og það var áður en ég fekk leið á því, sko, bara sem betur fyrir og hún alveg bara, jú! Þannig þá varð ég að klára það, annars lagið er sennilega ennþá í pókanum. Sko, mér finnst þetta ótrúlega fallegt og geggjað alltaf, en þetta var bara orðið aðeins og leiðigjarnt fyrir minn smekk. Þú veist, þetta byrjaði vel, en svo var þetta bara orðið puð. Það er rosalega langt og létt, af því það er svo drjúgt af þessu sem er móherið. Ég kláraði alveg móherið, það dugði ekki í uppskriftinni og ég veit ekkert af hverju því ég var alveg með meira en nóg af metrum í þetta allt svo leis. Og það fór rúmlega ein dokka af single plyinu frá henni Kristínu. Og af því að ég átti ekki nóg móher, þá var ég að fiffa restina. Ég gat ekki gert alveg uppskriftina eins og hún átti að vera. Þannig að ég fiffaði bara blúndukant til þess að hafa það, til þess að ná sem sagt að klára minkunina á þennan veginn. Og þetta er prjónað á 4 mm prjóna, allt saman. Það er náttúrulega bara rosalega létt og samt hlýtt þó að sé svona gisið. Og bara, ég veit ekki, ég er að setja það á mig fyrsta sinn, sko. Ég veit ekki alveg ennþá hvernig við erum að hafa þetta. Af því að það var bara náttúrulega í láni þangað til maður minn fór að náði það upp í með mús, rúmlega 4 og náði í hinn sýnishorni mín sem ég var búin að gera fyrir hana Kristínu. Ótrúlega ánægð með þetta og rosalega fegin þetta verið búið og ég skil ekki þá sem ætla að gera annað svona, bara sorry. En svona er þetta. Þú veist, eins og In the Light selin 2 fyrir aftan og 1 uppi, 3. Sumum finnst það kannski bara alveg hræðilega leiðilegt að gera það, en mér fannst það geðveikt, þess vegna gerði ég 3. Þannig að bara misjafnir smekkur. En þetta er alveg fullkomin samsetning á garni, móherið og þetta single ply svona til skiptis, það verður svo létt og verður bæði svona svo gisið og og þetta single ply, ég er svo þreytt að ég bara nenni ekki að reyna að finna íslensku orðin ef það er ekki framalega hausnum þá bara verði það fyrirgefa mér í dag með það að það heldur sér ótrúlega vel að það er svo mikill snúningur á því garninu og það einhvern veginn það helst rosalega vel opinn blúndan og svoleiðis. Þess vegna er þetta single ply svona vinsælt í sjöl
Þannig að ég er mjög ánægð með þetta og ég get alveg ímyndað mér sko að prjóna saman móherið og singluplægi saman í húfu eitthvað. En ég komst ekki til Kristínar, þú veist, ég var först upp í handverkskunst. Seinna, næst þegar með nauðsynlega vantar garn. Já, einmitt. Þannig að þetta eru klárin mín fyrir þessar tæp 2 vikur og ég er nú bara alveg sátt við það því að þetta var annarsamt. Ég var með litla snáðan minn, barnabarnið, 4 daga síðustu viku nánast allan daginn og maður er ekkert voðið mikið að gera á meðan, sérstaklega meðan hann er vakandi, hann er það lítill og er svona aðeins að fara af stað þarna og hann vill láta leika við sig og bara þá gerir hann það bara. En þá erum við komin í verkivinnslu. Ég semst er enn að prjóna þarna fílfrí peysuna úr bouclé garninu frá alpaka bouclé frá Drops, þessa hvítu. En ég er ekkert búin að gera í henni síðan ég sýndi ykkur hana síðast. Þannig að ég er ekkert að sýna hana. En eins og ég sagði þá var ég að byrja á Golden Hour. Það er ótrúlega skemmtilegt og þetta garn er alveg meira áttar. Þetta er, samt finnst mér þetta svona eiginlega meira sport heldur en DK, grófleikin á þessu, en þetta er svona létt DK, myndi ég segja. Af því þetta er alveg 250 metrar hespönni, já, í 100 grammanum. Og venjulegt DK er venjulega svona 210 til 220. En það er rosalega gott að prjóna úr þessu. Garni, þetta er 100% merino, Superwash. Og ég semst er byrjuð aðeins. Og þarna er nóg mikið að gera til þess að ég bara, þetta flýgur ennþá af prjónunum. Sumir þurfa bara að hafa meira í gangi. En svo er líka rosa gott að hafa eitthvað svona einfalt þegar hausinn er í stöði fyrir það. Og ég er að prófa hérna Knitpicks svona interchangeables sem ég fekk senda sem gjöf með einhverju Knitpicks pöntun sem ég gerði. Þetta er svona stöksnúra og stakir prjónar setti saman. Bara þetta. Og þeir eru bara mjög fínir. Þeir eru náttúrulega ekki eins og Thiago setti mitt, en þeir eru bara mjög góðir í þetta verk allavega. Og þetta er alveg 100 cm snúra, þannig að hún er mjög löng og góð. Og svo ég geti nú. Og þetta eru 5 mm prjónar. Þess vegna flýgur þetta líka. Þetta er garnið. Það er sem sagt platinum, þessi grái hérna, og í miðjunni er, nú er eitthvað garg á mig hérna úti, Dijon, og Kalm er þessi freknóti, speklaði, eða freknóti. Og þeir bara leika sér rosa fallega saman, þessi platinum grái á náttúrulega eftir að koma með í partíið, en það styttst í hann og ég bara efast ekki að þetta verður bara mjög falleg blanda. Og ég hlakka til að setjast niður og eftir og halda áfram aðeins að græja þetta. Og þetta er einn af glærupókunum mínum. Þessi fer ekki sölu af því hann er bara ekkert frá gengin og bara að vera fyrir mig, en ég áplast í nokkru viðbót og hugsa að ég geri það, en ég ætla ekki að snerta á saumavélinni svona næstu 2 vikurnar. Ég bara, það nóg til í álægsviðinu og ég bara, þú veist, þarf bara aðeins að smá breyk frá saumavélinni. En það er líka alveg tonn af haustlegum og skemmtlegum pókum fyrir þessa ástíð sem að er að gangi í garð. Og síðan er á döfinni að fytja upp á Shushui Shrug. Ég er búin að vinda garnið
Það garð frá Systrabönd. Það hérna skýjahula og íslenskt vor. Hversu viðeigandi að hafa þetta saman. Skýjahulan svona grár og íslenska vor svona freknóttur eins og íslenskt vor. Fjólublár og grænn og allir svona litirnir sem að birtast í náttúrunni. Og mér minnir að sé 4 mm prjónastærð á uppskriftinni. Ég á alveg eftir að lesa hana, þannig að ég ætla ekki að tjá mig eitthvað frekar hana. Síðan á döfinni peysur og þá ber fyrst að nefna peysu úr garni sem að stelpan spann sjálf í. Ég er búin að gera 3 svona 200 gramma hespur og þetta er þessi Sportje-K grófleiki og ég ætla að setja pínu eitthvað munstur í bekkinn og nota þetta skemmtilega garn hérna sem ég spann sjálf. Ég veit ekki hvort ég hafi þetta fluff, ég get tekið það úr sko, bara rifið það eða klipta eða tósa einhvern veginn úr. Ég veit ekki hvort ég fíla það. En ég ætla að gera eitthvað munstur með þessu og þetta er garn sem ég spann og fékk frá Bretlandi. Og hérna já, ég þarf að finna mig bara, ég þarf eiginlega náttúrulega að gera prjónahöstpröfu af því ég veit ekkert þetta garn. Ég þarf að finna út hvaða grófleika, hversu gisi ég vil hafa efni eða þétt eða hvað og finna svo uppskrift út, eða hvað ég þarf að fitja upp á mörgum út frá því. Og svo hérna annað garn sem ég fekk í sömu sendingu sem ég spann líka. Það svona, sko blátt alls ekki minn litur en það var bara eitthvað við að spinna þetta. Ég hugsa að ég noti þetta, ég átti að gera gattgönguhúfu og ég hugsa ég noti þetta í það sem auka litin. Verði með bara svart eða eitthvað lit sem ekki svona eitthvað annað að gerast með og noti þetta svo sem munsturlitin í það. Það spuglar í því. Ég þarf að fara að nota þetta, ég þarf að fara að prófa þetta. Ég get ekki bara setja endilast og spunni því að það er náttúrulega bara alveg ótrúlega gaman. Síðan þetta garnið sem ég að spá ég að nota í þetta heklaða sjal. Þetta garn sem ég var að vesenast í núna í vikunni og ég finn það að spinna fyrir mig er ótrúlega róandi. Og þegar ég þegar ég var á síðustu metrunum með þess elsku þá kom pínu pirringur í ykkar konu og þá bara stóð ég upp annað slagið og fór hérna inn og vesenaðist aðeins í þessu og hlusta á hljóðbók og þá eftir hálftíma var ekkert mál að fara aftur fram og halda áfram. Og þetta er svona best hefnaðasta hespan hingað til. Þetta er alltaf að vera betra og betra. Og ég er farin að vera djarfari og djarfari með fínleikan og allt það, hversu fínt ég get spunnið og farin að ráða betur við snúningin á þessu og af því að sko íslenska ullin hún grípur svo rosalega vel í hvort annað að maður þarf svo lítið að hafa ágjörð að því að það slitni eitthvað. En með margt annað þarf maður að passa sig og það áttu við í þessu garni en já það er bara, ég er rosa ánægð með það. Þannig að ég ætla að fara að flytja upp á því, herði, ég gleymdi neinu verki vinstum maður. Svo mikið að dót á borðinu að en ég er að hekla Vintage Market Tote, the Lavender Tear síðan
en ég fann þetta inn á Ravelry og þetta leiddi mig inn á sem sagt aðra síðu þess að fá uppskriftina og minnir hún sér frí. En ég sá þetta í í einhverju podcasti þar sem hann voru að hekla þessar töskur og það voru bara fellega sætar hjá þeim. Þannig að ég fekk mér svona rosa gróft bómullagafn, heitir Natura XL og fekk það hjá Woolwarehouse og semst langleiðina komin með eina tösku og ég hugsa að ég fóðri eins og ég gerði við hina töskuna sem ég prjónaði daginn, setja efni inn í bæði til þess að hún haldi betur forminu og líka svo að það sé ekki eitthvað að þróast í gegnum götin. Þannig að þetta bara svona skemmtilegt hliðarverkefni. Og það sem svo gaman við náttúrulega að hekla að, og eins og í þessu tilfelli með svona rosalega grófa hekluna, að verður svo fljótt eitthvað tilbúið úr því. Þetta er 6 mm heklunál. Þannig að já, glemdi sér einhver þetta, en nú er ég búin að sjá það. Þannig að já, og svo næsta peysa. Það ætla ég að sýna ykkur það bara og þetta er svona samhliða hvað datt í pokann. En á handdagshátíðinni þá fann ég garn í peysu sem heitir Wool and Honey eftir Andreu Mári og fann garn hjá henni Kristínu Vatnsnes sem heitir Dröfn, heitir liturinn. Þetta er 100% merinoil, superwash og það var ekki nóg fyrir mig af garninu þarna, en hún bara ég borgaði henni og hún litaði fyrir mig og ég fekk þetta í gær. Og þetta er svona ljósgrár grunnur með svona svörtu og gráu spekli. Og svona úti í mér er svona brúnleitt sumstaðar. Það sem er svona, já, óslega fallegt. Og ég allavega hafði hugsað mér að gera þetta Wool and Honey. Svo sá ég í podcasti í morgun hjá vinkonunnar Lindu sem er að stúsa í íslenska samprjónsdótinu með henni og hún var að gera þessa peysu og ég bara svona, nei, ég fór að hugsa að byrja, las ég eitthvað vitlaust, á ekki að vera svona þessi grófleiki, fingering á garninu. Ég ætla bara að kíkja snöggvast á það, ég er nú með tölvuna fyrir fram á mig. Og þá fór eitthvað að renna á mig 2 grímur, hvort að ég hefði keypt, eða hvort ég hefði bara ákveðið að það væri fingering. Þú veist, það var alveg eftir mér, sko, að ákveða eitthvað svo leiðis. En ég skulle bara kíkja á það En þá er nú svo sem alveg mökkur af öðrum uppskriftum. Það er svo sem ég örvænti ekki að ég finn ekki eitthvað út úr þessu. Þetta er alveg að koma. Þannig er hún nú að sæta fín í, sko svo fór ég að segja, kannski er það því að hún er að prjóna úr Brooklyn Tweed Loft og jú, þetta er fingering 275 hjartar í 50 grömmunum og þetta er með þess að pínu grófara en það. Þetta eru 400 metrar í 100 grömmunum, þannig að jú, þá gerum við þessa peysu. Þannig að ég kom með garn í það. Og það verður svona, nei, svo var einhverjum á handaði prjónara held ég, sem var að segja frá Holst-garninu. Og ég var búin að heyra svo mikið um þetta, hún Ellie í Skeindirnit, hún notar þetta rosa mikið og ég varð svona forvitin og fór að skoða síðuna. Og þetta er ótrúlega gott verð á
ótrúlega flottu garni í þeim. Svo ég fekk pínu. Ég fekk mér hérna tights hérna sem heitir ekki tights. Jú, sem silki, ullarsilki blandan þeirra, 70% ull og 30% silki og í 50 grömmunum eru 287 metrar og það gefur upp sem sagt fyrir 3 til 3,5 mm prjónastærð, 25 lykkjur á 10 cm og ég fekk mér sem sagt hérna eitt svona gráan sem auka lit. Og ég var búin að skoða einhverja peysu fyrir verkefni, ég bara man ekki hvað það var. Og síðan fekk mér svona helgableika, fekk sér pínu svona bleikan. Alveg heilan svona gaur. Og þetta eru, hvað er ekki, 500 grömm eða eitthvað. Þetta er eitthvað crazy magn. Þannig hérna, þetta dugar alveg í peysu. Svo var ég að hugsa, ætti ég að fá mér annan svona gaur og meiri liti og nota bandið tvöfalt í peysu. Af því að það getur ekki verið með margar svona fingjarðar. Ég er að spá í það með þessu. Svo fekk ég með aðra típu líka og það er 100% ull. Þetta er bara oatmeal, þetta er bara havragrauts liturinn, super soft, 100% ull. Og það er bara svona ósköp plain. Þetta er rosalega fíngjart. Og ég ætla svona að fara svolítið inn á Ravelli og skoða hvaða uppskriftir fólk er að nota með þessu og sjá hvort þessi tala eitthvað að þetta blómstri. Mér minnir að ég hafi heyrt það að þetta blómstri svolítið mikið. Og þá því það náttúrulega þá fyllir það bara betur út í en það verður samt puð að prjóna. Þetta er fíngjart. En maður vill ekki hafa eitthvað brjálæðislega gesi, sko. Þannig að ég minn einnig sjáu því hvað maður er eitthvað einfaldari litapalettinu sinni. Það er bara gráttbleikt. Ok, eitthvað flókið. Og hérna, þannig að ég áttur að skoða þetta aðeins betur. Það voru kannski verkefni kvöldsins að leggjast aðeins yfir þetta og sjá hvað maður gerir. Það er ekki eins og með vanti gatni í fleiri peysur, ég álega, þú veist, í ábyggilega 6 peysur inn upp í hillu og sjálf á mig. Í það minnsta. Fyrir utan þetta sem ég var að sýna ykkur. Ó, guð, er maður eitthvað? Nei. Ég segi svona eins og heyrði einnig segja við þegar hún stóð við standinn frá héraði og gat ekki ákveðið sig og hún var með svona garnkvíða. Stundum fæ ég svona garnkvíða þegar ég horfi í hilluna hjá mér. Og svo, ég vil bara kaupa eitthvað í þetta, ég finn ekki neitt, þú veist. Stundum einhvern veginn þyrmir yfir mann af því sem maður á og manni finnst ekki einhvern veginn. Man þarf bara að fá einhvern veginn í heimsókn til sín sem maður tekur bara að segja, notaði þetta kann og gera þetta úr þessu. Kannski verður það eitthvað. Fá eitthvað svona í heimsókn og gera það. Nú, sem sagt, Vatnsnesgarðinn var ekki hluti af garðgöngu kaupanum í gær, þá ég fengið að afhenda í gær. En ég var náttúrulega föst þarna við bara minn bás og naut þessi botn. Og mér var svo sem engin vorkunn af því ég var náttúrulega með frá héraði dótturdagur, svo alla búðina og dömuna sem var að gera prjónamerkin hérna hjá mér. Þannig að, þú veist, ég hefði alveg getað misst mig en ég bara gerði það ekki. En við hérna Inga Rós ákváðum að vera með vöruskipti, hún fekk sér töskur hjá mér og ég fekk mér garð. Og ég var búin að vera að horfa á borðið og ég var búin að sjá eina samsetningu og það var einmitt þessi svona aprikósu eins og er í móheyrinu. Og fallega ljósgrár. Svo kláraðist ljósgráðu og þá eyðilagðist hugmynd mín af því að, þú veist,
Þá fór ég að horfa aðeins lengra inn á borðið og nær glugganum. Þá sé ég glitta í þessa og mig búið að langa að gera vorliljuna hennar Auðar. Og þær voru margar sem voru þarna hjá henni í gær að kaupa gatni í hana. Þannig að það verður ábyggla svolítið fjör að fylgjast með því millimerki á næstu vikum. Og þá kom upp gula kettlingin í mér. Og þessar tvær fjóradísir komið með mér heim. Það sólskinn, þessi gula. Og ók. Þessi freknótti. Og þetta ók á vingu tegundin hennar 100% Superwash Merino en Sunna 80% Merino, 10% Kashmir og 10% nælon. Sólskinnið og það eru 400 metrar á 100 grammunum eins og á vingu basanum hennar, grunnum, garðgrunnum. Þannig að það og þetta alveg yfirdrifið sjalið. Þetta verður, sólskinni verður þá kaðlinn og þetta verður í stóra hlutanum. Og það sem mér svo heillandi við uppskriftirnar hennar Auðar að það alveg saman hvort það á réttuna eða röngunni, það engin rétt eða ranga. Þannig ég rosa spennt að takast á við það. Þannig að þess vegna ég að tala að fara að hekla mig sjálf af því að ég nýbúið með þetta. Ég að gera golden hour, ætla að fita upp á þessu og því langar mig að byrja að hekla eitt af þessum sjölum sem ég keypti í morgun úr mínu garni. Ég var bara eftir að hvort það sé ekki örugglega nóg garn. Þannig að. En þetta var nú allt sumt sem ég keypti í garðgöngunni. En svo kom hún Indið sem nafnið náttúrulega datt út, sem gerði uppskriftina af þessari æðislegu gönguhúfu og komið tvær svona hún ætlaði að fara að gera svona vettlinga þetta með svona það sem að treður svona ull í gegn til þess að gera svona fluffy og hlýja en hún bara heiðarleg við sjálfa sig eins og maður á að vera í þessu og fannst það bara ömurlega leiðinlegt og hætti við það og sat uppi með þessar tvær hespur og hafði sambandi við mig í vikunni og spurði hvort ég vildi ættleiða þær og spinna úr þeim og já takk, stelpan að læra og þá æðislegt að fá svona alls konar til þess að bara finna munin og þú veist það hægt að draga þetta út á alls konar hátt eftir hvað áhrif maður vill eða hvað eiginleika maður vill að garnið hafi og þá svo geggjað að fá svona litla gaura til þess að æfa sig með og þetta svo bara ef að vel til text þá þetta bara frábært náttúrulega í ef maður að prjóna eitthvað með sem þarf auka liti í og svoleiðis. Þannig að þetta fer ekki til spillis. Þannig að ég græti þetta mjög ánægð með það. Takk. Og verður náttúrulega ekkert leiðilegt að ná að spinna þetta það vel að þetta geti farið í garðgönguhúfu af því ég ætla að nota svolítið þessa uppskrift í jólagjafapakkana í ár. Ætlaði ekki að gera eitthvað tonna af vettlingum? Er ég byrjuð? Nei. Jú, ég byrjaði á einum, ég rakti hana upp. Þýðir ekkert fyrir maður eitthvað svona, ég verð bara að gera það sem ég er innblásin af. Ég finn það, maður á ekki að vera að eyða tímanum í eitthvað sem manni finnst rosa leiðilegt. Sko. Þetta var ekkert leiðilegt, ég var bara orðin þreytt á þessu að þetta var svo orðin svo mikil endurtekning. Rosa á sko ég minna. Og þannig að já, ég er búin að finna það tíminn okkar er of dýrmætur til þess að vera að gera leiðilega handavinnu. Við höfum bara að gera það sem okkur finnst skemmtilegt og við sjáum að við munum ná að klára en svo, þú veist, svo vorum við reyndar, sem var einn í annað þannig, vorum við að ræða það þetta
það ekkert mál að vera með fullt af stöffi á prjónunum ef maður klárar það að lokum, en ef maður finnur það í miðju ferlinu eða jafnvel á lokasprettinum að þetta sé bara eitthvað sem alls ekki mun heilla mann og þú kannski með eitthvað rosaflott gatni eða eitthvað, þá maður náttúrulega bara rekja það upp og gera eitthvað annað úr því sem að henda gatninu betur og mun glæðja þig meira. Þó þú sér búin að eyða þessum tíma í að prjóna, þá ekkert gaman í að prjóna eitthvað sjálf sem finnst bara forljótt og þú treður bara inn í skáp og getur ekki einu svona hugsa þér að gefa það, því að mann langar ekki að vera að gefa eitthvað sem mann finnst sjálfum ekki fallegt. Þannig að maður á að bera aðeins meiri virðingu fyrir tímanu sínu. Famous last words. Nú svo þessa allt þetta gúrmei sem að ég fékk mér frá Bretlandi. Ég var sérst búin að vinna í þessu og þá einhvern veginn bara já, ég er búin með það sem ég pantaði. Það var náttúrulega alltaf rú og stúi við undirbúningin á gatgöngunum, þá sá ég glitta í einhvern bláan poka sem hafði dottið upp fyrir. Og ég fór að kíkti hann og neini, já, þá hafði ég pantað meira, ég var bara búin að gleyma því, frá sömu konu mér, segja bara því að hann datt strax greinlega upp fyrir, að þá einhvern veginn gleymdi ég að það ætti að vera meira dótið hana. Og það voru svona rúllur af ull sem er með pínu af svona silfurþræði í og pínu svona bláar skellur af og til. Og þetta er ég að spinna alveg urfínt. Þetta er bara eins og tannþráður. Og ætla svo að spinna, gera svona tveggja þráða. Eins og allt sem ég er búin að vera að gera er. Þetta er allt tveggja þráða. Af því að ég var, það sem að fylgir með hjólinu eru bara 2 pinnar til þess að spinna, gera svona tveggja þráða garn úr. Og þegar ég var á handverkshátíðinni þá var ég að spyrja eina yndislega konu þarna sem að tók mig undir vænginn sinn og hjálpaði mér að læra á og skilja meira á allt þetta, og ég var að segja henni mig langaði svo að gera með 3 eða 4 þráðum. Það sagði já, en þú þarft ekki vera að kaupa þér eitthvað dýra svona, þetta er kallað lazy Kate undir það, bara láttu kallinn gera það. Og ég lét bara kallinn minn gera það, hann var aðeins áðan fyrir mig og þetta er svo einfalt að þetta er semst svona, ég pantaði mig bara auka svona stykki, það fylgdu svona 3 svona gæjar með, 3 svona gæjar fylgdu með hjólinu og ég pantaði mér 1 svona lítinn viðbót og 1 stóran. Þannig að þá er ég komin 4 svona og get spunnið upp á þá alla. Og það er sem sagt, geta þá 2 staðið á hjólinu þegar ég fyrir að vinda böndin öll saman og 2 geta þá verið á þessu. Eða 1, hvort ég ætla að gera 3 eða 4 þráða. Og hann bætti og gerði fyrir 3. og 4. og 5. Þannig að ég get verið með ég get verið með 5 á þessu og 2 á hjólinu. Þannig að ég get gert 7 þráða þegar ég var stór og orðin alveg kúkú í þessu sko. Þannig að hann reddaði þessi elska fyrir mig. Hann líka smíðaði fyrir mig borð til þess að afhenda töskurnar á garðgöngunni í gær, því að við ætluðum að vera með matarborðið sem við erum með í tjaldvagninum hjá okkur, en vorum að fara með hann í geymslu og borðið var upp á vagnunum, þannig að það gleymdist. En hann bara hoppaði út og græjaði borð fyrir sína. Þannig að hann er segur þegar ég beði hann að gera eitthvað svona skrítið, þá gerir hann það möglunarlaust og ég held að hann hafi nú bara alveg lómskaman að því. Það er svona að láta hlutina ganga upp. Já, þannig að nú er ég búin að tala mig alveg út úr handritinu, en ég held ég sé búin að fara yfir allt svona.
Í sambandi við verkefni á töskur Helgu og þá verður það náttúrulega bara áfram á like-síðunni en ég er að byrja með vefsíðu, hún er að vera vinnslu, ég var að fá mig nafn á vefsíðuna og sem minnir að sé bara handverkhelgu.com og ég ætla að láta hýsa það hjá Spotify og ég get verið þá annarkvort með það bara á síðunni þar eða linka inn á Facebook síðuna. Viðmótið á like síðunni er rosalega erfitt og til dæmis eins og ég rak mig á það, ég var að setja inn í gegnum síman hjá mér inn á síðuna 3 myndir svona í klasa saman með texta og maður sér textan en maður skoðar síðuna bara á appinu sínu í símanum en ef maður fer í gegnum browser á Facebook og inn á like-síðuna þar, það vantar alltaf texta með allar töskuna, þannig að það voru bara myndir af 1.000.000 töskum og engu textar og þetta er eitthvað svona sem að er ekkert, þegar maður er að dælu sig inn, þá, þetta þarf að ganga svolítið og þannig að þetta er eitthvað sem að ég vil laga og með því að vera með einn vefsíðu og fara með hann í gegnum Spotify og tengja hana inn á like-síðuna og þá á viðmótið að vera einfaldara og augljósara ef eitthvað klikkar og ég er náttúrulega heppin að vera bara þannig ég get haft mjög einfalt viðmót það er öðruvísi eins og með gatnið og þá viltu hafa upplýsingar þar sem þú getur lesið til grunnina og svo þar sem eru litirnir sem að litarinn sólskin og dröfn og allt þetta þú getur séð á þar og svo viltu hafa búðina þar sem þú getur keypt gatnið og setta í innkaupakörfuna og svoleiðis en hjá mér er þetta einfaldar þannig að þetta er bara töskur og það stendur þá bara við hverja og eina mynd efni, stærð og tilgangur og magnagatni og allt svona bara eins og í meðaleggsíðunni en það er verður bara svona einn veggur. Ég þarf ekki að vera með svona flóki á þetta er ekkert flókið, þetta er náttúrulega gagnlegt fyrir okkur sem erum að kaupa til dæmis eins og gatni að geta lesa okkur til hvað er í því, er þetta 100% Superwash, er þetta bara 100% Merino eða hvað er þetta? Það er svona, ég get, við Inga Rós vorum að tala aðeins pínu á milli stríða og náðu aðeins svona að hugsa upphátt við hver aðra. En þetta það er tímafrekt að gera þetta, en þegar þetta verður komið í gagni þá er einfalt að halda því við. Þannig að það er ekkert, ég læti hvita þegar eitthvað breytist, en like-síðan á allavega að vera uppfærð og ég er búin að reyna að henda út öllum myndum sem er eitthvað auka á flækjustíð og það á að vera texti við allt og þetta á allt að vera bara eins gott og ég get gert það. Nú, já, og svo náttúrulega bara þessi gattganga, ég veit ekki hvort ég eitthvað að fara að tala aftur það, ég náttúrulega var bara þarna í þessari einu búð en ég naut þessi botn að horfa á Svölsjöl-snappið af því að þær voru náttúrulega duglegar að sýna á snappinu hvað var í hinum búðunum og svo var æðislegt að sjá hvað voru bugaðir lókdags eins og við hinn sem vorum að standa vaktirnar í búðunum. Það voru allir garnbugaðir bara og eða handafinu bugaðir og svo er búið að vera bara ævintýralegt á Facebook og Instagram núna að fylgjast með öllum innkaupunum vera að birtast og bara ótrúlega gaman að sjá mitt pókana sína vera þarna með öllum þessum dásamlegu hlutum sem að fólk var að fá sér og líka skrítið en bara get ekki þakka eitthvað nóg fyrir að styðja við baki á mér og þetta gefur mér helling. Mér finnst þetta, fyrir mér er þetta orðin órjúfanlegur þáttur í að raða saman garni, uppskrift, tösku, prjónamerkjum og eins og Linda sagði, jafnvel naglalakki þegar maður er að tína saman í verkefni og
bara já, þetta gerir bara vinnan okkur á skil að eiga heima í góðum húsum á meðan vera að búa þau til. Finnst mér. Og ég held að það sé svona flest öll saman því. En hver hefur sitt lag með það allt saman. Og ég bara, já, ótrúlega þakklátt og mér er ótrúlega hlýtt í hjartanu og þó ég er svo ógeðslega þreytt þá líður mér samt svo vel og þetta var svo gaman. Og það er bara alveg eiginlega hræðilegt að sé ári í þetta. En það verður fljótt að líða og það er komið haust, en mér finnst það. Það komið annars september, ég fór út og í dag og við gengum frá öllum útihúsgögnunum og hreinsum til á pallinum og svona fórum í, já, að ganga frá sumrinu. Og nú getur maður fara alveg að hlaða á sig dásemdunum sem maður á. Af því það er, þú veist, ok, þú hefur ringt mikið í sumar og allt það. Ég var svo mikið í útlöndu, ég gat svo lítið verið í þessu. En núna get það. Og ég vona að rigni minna. Það er aldrei gaman að vera mikla ull á mér þegar rigni mikið. Alltaf það er rók og snjókoma og eitthvað svona, en erfiðara í svona mígandi rigningu. En, bla bla. Ég ætla bara að skoða hvað ég get gert við þetta holstgarn. Ég ætla að fara að vinda upp fulltakarni og svo ætla ég að fara að fitja upp á í dag og morgun og ég ætla að spinna og ég ætla að gera alls konar. Ég ætla bara, nú ætla ég að detta aðeins í það. Ég ætla að garddetta í það. Ég er búin með allar skildur mínar í bili. Það er verið að ég var að skrifa grein fyrir breskt blað sem Bakery Bears gefa út til stuðningsaðila síns podcasts. Ég var að klára að skrifa þá grein í dag og dóttir mín er að hreinrita hana af því að þegar ég fæ andan yfir mig og byrja að skrifa þá er sérstaklega ef maður er að skrifa ensku þá getur verið alveg bara stórkostlegar villur og hún er mjög glögg á villur móður sinnar og hjálpar mér að laga það. Læri sjálfsagt eitthvað handavinnu í leiðinni af því að hún er alls ekki, hún er þessi 10% af Íslendingum sem að veit ekki hvað snýr upp eða niður á prjóni. En hún veit alveg hvað stendur upp eða niður á tungumálum og tölvum, þannig að hún sér þá handavinnu fyrir mömmu sína og ég prjóna eitthvað handinn í staðinn. En ég bara þakka innilega fyrir mig og bara óska ykkur öllum góðrar og gleðilegra handavinnu viku. Ég veit að það verður bara, fólk verður í garnvímu næstu vikurnar eftir þennan frábæra viðburð og bara hjartans þakkir til þeirra sem að komu þessum stórkostlega viðburði í gagnið. Að halda utan um þetta og þetta er svo vel heppnað hjá ykkur. Ég held að gera ykkur ekkert grein fyrir því hvað og stemningin, þetta var ólýsanlegt. Ég verð aftur með hvað sem ég var þar sem neytandi eða hitt. Þetta var bara æðislegt. En við svo sem vorum að tala um það, við sem að stöndum vaktina á þessari hátíð, þetta var svona sér opnun fyrir okkur áður en að hasarinn byrjar. Hver veit, við erum að finna góð því. Þetta var æðislegt og ég bara er svo þakklátt og glöð og ótrúlega gaman að fara inn í haustið, svona glaður og vera komin í pínu frí þess að geta leikið sér með allt garnið sitt og allt þetta. Love it. Bara óska ykkur góðrar og gleðilegra handavinnu viku og við sjáumst örugglega að viku liðinni því að nú er rútínan komin. Takk fyrir og bless bless.